Arnar, það hefur verið mikil afföll í hópnum. Þetta skila til skildum árangri eða þessi vika? Þessi vika, nei, svo sem ekki eins og við ætluðum okkur. Það eru bara ómikil afföll. 10-11 leikmenn sem vantar inn á æfingar og það er bara mikið og eitthvað sem við þurfum að skoða í framhaldinu. Hvað veldur og hvernig við getum þá líka brugðist við þessu og komið í veg fyrir að við lendum í svona vikum aftur því að þetta er engan veginn nægilega gott. Þetta eru mikið álagsmeiðslum með það? Já, þetta er þetta mest þannig. Við þurfum kannski aðeins að skoða þetta í samhengi við það að við höfum verið að fara núna inn á 2 stórmót í röð sem breytir aðeins uppsetning á deildinni hjá okkur og svona eykur álagið vissulega og það er eitthvað sem greinilega er að hafa áhrif og er að kosta okkur allavega þessa viku og við þurfum að skoða. En aukið álag náttúrulega er líka kannski bara nauðsynlegt til þess að taka framförum? Já, það er auðvitað. Þetta helst svolítið í hendur, já. Við höfum verið að taka framförum og náð auknum árangri sem skilist þá í því að við erum að spila meira og þar að leiðandi skapa aukið álag. En við þurfum þá líka að skoða hvernig getum við brugðist við því og hvernig getum við undirbúið okkur betur og hvað getum við lagað í umgjörunni hjá okkur og þá í því sem við erum að gera í dag. En á sama tíma náttúrulega hefur hafa ný andlit fengið tækifæri og það er kannski líka mikilvægt. Já, það er alveg rétt hjá þér. Við erum með nokkuð nýja andlit sem hafa bara komið virkilega vel inn í þetta og eru þetta bara mjög gaman að fikta aðeins í og fá inn og þær hafa staðið sig bara mjög vel og við eigum fullt af ungum og efnilegum stelpum sem að banka dyrnar og út af því sem við erum kannski búin að ræða aðeins þá koma þær kannski aðeins fyrir í þetta en við ætluðum okkur en það er líka bara mjög skemmtilegt. Og svo það er náttúrulega mánuður í næsta verkefni og það eru þessi aðalleiki fyrir HM og þá náttúrulega gefst minni tími til undirbúnings, þá verður vonandi fleiri konar tilbaka. Já, það er það sem við munum leggja bara áherslu á núna að þetta vitum við að það heldur áfram að það verður álag á þessum leikmönnum í sínu félagsliðum en við þurfum líka að biðja þær að hafa svona þessa leiki á bak við eyrað og hugsa út í þá. Og ég hef enga trú öðru en að við fáum, ég held vonandi allar þessar leikmenn tilbaka inn í það verkefni og verða allar ferskar þá. Fáum nokkra daga saman, deildin klárast á 50. og við ætlum að reyna að koma allar saman heima með stelpurnum sem er að spila hér á Íslandi á föstudaginn. Þannig að við ætlum svona að kaupa okkur nokkra daga og reyna að undirbúa eins og vel og hægt er fyrir þessa leiki. Við ætlum nýta helgina sem er þarna undan því að leikirnir svo miðvikudag og 5. Já, spilum miðvikudag og 5 við íslenska liði hérna heima.